Hamas eða ekki, gerir mér allavega einn greiða. Ekki reyna að halda því fram að þetta sé ekki nýr veruleiki. Ég held að það sé komið gott af þessari dellu að íslenskir aðilar keyra líka niður fólk og hlaupa það uppi og byrjar að stinga það. Og ástæðan ekki sú að ég vilji eitthvað sjá að fólk fari að alhæfa yfir einhvern hóp, heldur bara þvert á móti, því ég tel að það sé engum sem tekst að vekja upp jafn mikla hræðslu, ótta og hatur eins og það fólk sem að segir að hér sé ekkert að sjá, að við séum ekki að horfa upp á nýjan veruleika. Því að það sem að hefur verið að gerast hérna undanfarin ár nákvæmlega það sama og gerðist árið 2015 í Svíþjóð. Ég man eftir heimildamynd sem ég átti reyndar erfitt með að finna aftur, en það bara situr svo fast í mér. Hún kom út á, þetta svona árunum 2012 til 2015. En þar var rætt við sænskan kennara á svona miðjum aldri sem að gerðist uppvísa því að vera að tala áskoranir sem fylgdi því að taka á móti fólki frá Mið-Austurlöndum, og þetta áður en að þetta náttúrulega springur út í kjölfar Sýrlandsstríðsins sem að hófst árið 2015. En í viðtalinu nefnir hann einmitt að hann segir að kröfur þeirra sem að höfðu komið til Svíþjóðar að viðhalda sínum gildum myndi að endingu grafa undan grunnstoðunum sem að gerðu Svíþjóð að því góða landi sem að það var, og gerði þeim náttúrulega kleift líka að taka á móti miklu fólki til að byrja með. Og þegar ég segi að við séum eins og Svíþjóð árið 2015, þá ég ekki að tala út frá fjöldanum, þó svo að fjöldin hafi verið mjög mikill hérna og lengi vel og allt of mikill náttúrulega. En ástæðan einfaldlega sú að ég tel að tengsl stjórnmálamanna við veruleikann sé mjög ábótavant.